Næsti leikur, það á Hlíðarenda og þar var nokkuð auðveldur valsigur, Vignir, getum við sagt það sem að góðu varnarleikur Valsmanna, varnarleikurinn fer batnandi og Þorgils og Þorvaldur þarna í hjartanu sem að þú varst hrifinn af. Já, þeir eru að smella eitthvað betur þessa dagana, finnst mér, og í síðustu leikjum hafa verið svona aðeins þéttari og kannski með þeirri hjálpa að Magnús og Gunnar Róberts og fleiri sem geta að spila bakverðina þá svona frekar svona aggressíft og hjálpaði mikið, en mér finnst það líka kannski passa vel við sóknarleik Eyjamanna í þessu tilfelli. Þeir fara mikið inn á miðjuna, þeir eru mikið í hnoði og leita kannski af hósein og línu eða þannig að mér fannst svona, þetta smella ótrúlega vel og það eru þarna sóknir í leiknum sem eru 3-4 fríkosti í hverju sókn og svo endar það með einhverju svona sem algjörlega uppskrift sem að þú vilt þegar þú ert farin að reyna að spila góða vörn og fá þá bara auðveldur hraðhlaupsmörkin. Sjáum við þetta? Hér okkar maður Hreiðar með kameruna. Frábært sjónarhorn. Gott slow-mo. Pródusent þáttarins og geggjað sjónarhorn þarna. Daniel Þór Ingason og Jókanovic komnir inn aftur og Eyjalið saknar samt sem áður, Elís og Jakobs, en Arnór Snær, það leikmaður sem við erum búin að búa til klippur af síðan að koma aftur og þessi leikur var engin undantekning frá þessum leikjum. Nei, og það alveg þessi virði að vera búið til þessar klippur. Þetta yfirleitt mikið fallegt og gott hjá Arnóri. Finnst mér vera að gera ótrúlega mikið úr litlu. Hann ekki með neina stjörnu, árásir eða skiljiði mig. Hann svona fer bara í sín göt, býtir færi, losar á réttum tíma, ofboðslega klókur leikmaður. Hann verða að gefa hann það með við kannski bara hæð og svona þá taktík allar saman. Hann gerir sína hluti gríðarlega vel, heldur breiddinni vel og flotið í sóknarleik valsliðsins verður allt annað. Já, það bara algjörlega þannig. Flotið í sóknarleiknum einhvern veginn orðið allt öðru sig, einhvern veginn komið miklu betra jafnvægi bara á útilínuna og hjá Val. Það ótrúlegt hvað hans koma í liðið bara búin að breyta einhvern veginn, eða svona þétta finnst mér valslið og svo held ég svo sem auðvitað líka að það komið einmitt svona meira öryggi, kannski með rétthendu skyttinnar með sitt hlutverk. Maður var aðeins að hugsa það í upphafi tímabils, það var svona pínu óöryggi hver væri að taka stór hlutverk og rótiringar á byrjunarliðum, þetta virðist vera svona einhvern veginn orðið svona aðeins einhvern veginn öruggari núna, leikmenn orðnir öruggari á sínum hlutverkum og náttúrulega hans innkoma í liðið þvílíku biti fyrir Valsara.